MND hreyfitaugahrörnun sem að þýðir það að viljastýrðir vöðvar fá ekki boð að hreyfa sig. Þannig að það aftur að þeir hreyfist ekki veldur alls konar kvillum, rýrnun á vöðvum og slíkt. Það engin aðferð ennþá til að greina MND snemma. Það bara útilokunar aðferðin þegar að einkenni byrja og þá allt prófað hvort þú ert með þetta eða hitt en svo kemur greiningin, þú ert líklega með. Og eina leiðin til að sjá það í krufningu, þannig að ég vil bíða með það. Öll þekking mun hjálpa til við að skilja þetta sem svo flókið hjá okkur. Að þó við höfum þekkt eins og MND yfir 100 ár, að þá erum við í dag á nákvæmlega sama stað. Þau meðferðarúrræði sem eru í dag í raun frá greiningu líknandi meðferð. Það að hjálpa einstaklingnum að njóta hvers augnabliks, mánaða eða ára sem að viðkomandi á eftir ólifað. Af því að engin lækning ennþá til. Það sem mér fannst erfiðast var að þetta skilningsleysi kerfisins á umönnunarþörf og öðru slíku. Ég hélt eins og stjórnmálamenn segja gjarnan að við byggjum við norrænt velferðarkerfi sem hrein lygi stundum og svo það þegar ég gerði mér grein fyrir að allt snýst þetta peninga, að það hreinlega borgar sig ekki fyrir lyfjafyrirtæki að finna lækningu á MND, við erum svo fá. Þannig að á meðan sú formúla notuð, fáum við aldrei lækningu, en við auðvitað finnum einhverja leið framhjá því. Það hefur verið erfitt og þetta alltaf maður alltaf að missa smátt og smátt eitthvað sem maður hafði og maður þarf bara eiginlega að læra upp á nýtt margar hluti. En þetta mjög töff, ég viðurkenni það alveg. Það náttúrulega óþolandi að einhver maki, ættingi eða annað sé settur í þá stöðu að neyðast til að hugsa sinn nánasta. En ég svo heppinn að eiga hana Höllu og hún hefur ákveðið að ganga þessa leið með mér
og hefur verið eins og klettur í allri vitleysu sem ég tek upp á. En að ríkið skuli raun og sveitafélög neyða ættingja til umönnunar verka sem að geta kannski alls ekki gert bara svartur blettur á þjóðinni. En ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði ekki fjölskyldu, vini, vinnufélaga yfir höfuð í slagnum og baráttu. Það sem var erfiðast var raun og veru óvissan. Maður vissi ekkert hvað, öll plön breytast og allt og það er bara óvissa sem að kemur. Þannig að líf þitt umturnast þá breytist bara á einum degi. Þú veist að hugsa allt upp á nýtt. Það var bara mjög erfitt. Sjúklingurinn fær pillu og eitthvað dóp, en svo í kringum hann kannski börn og maki að hrynja niður af álagi. Og það við verðum að hugsa þau. Það eiginlega má segja að þetta sé bara þetta verður fjölskyldusjúkdómur. Og þetta átak náttúrulega komið til út af einni konu sem að þrjóskast við, lætur ekki segjast. Sem betur fer eigum við svoleiðis einstaklinga og við öll skulum standa með henni, kvitta undir þessa beiðni og vonandi veltir lítil þúfa þungu hlassi.